morning and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. I have a request. Ég með beiðni til ykkar. I would like to stand up, everyone, Mér langar að biðja ykkur að standa á fætur and to greet everyone happy Sabbath. og ég vil að þið heilsi hvort Next öðru to you or at the back. og óski hvort öðru gleðilegan hvíldardag. Okay, thank you. Takk fyrir. Okay, you can. So welcome. Velkomin. So let's praise the Lord Við skulum lofa Guð for another Sabbath that He has given to us today. fyrir þennan nýja hvíldardag sem við höfum fengið frá honum. So before we start, Áður en við hefjum þessa stund, let us sing praises. þá skulum við syngja lofsöng. But before that, let us pray. En áður en við gerum það, skulum við biðja saman. Dear Father in heaven, Kæri Faðir á himnum, we thank you for another Sabbath that you gather us once again. ég þakka þið fyrir að hafa gefið okkur þennan hvíldardag sem við getum komin saman To praise you and to be with you again. til að lofa þig og vera aftur með þér. Please bless this program. Vilt þú blessa þessa dagskrá? May your Holy Spirit be with us. Megi þinn heilagi andi vera með okkur. Forgive us our sins. Vilt þú fyrirgefa okkur syndir okkar? And this is our prayer. Þetta er bæn okkar. In Jesus' name we pray. Við Amen. biðjum í Jesú nafni. Amen. Okay, for our first song, Fyrsti sálmurinn sem við syngjum, The Lord is my light. Jesú. His presence
next song, let us sing He Leadeth Me. Næsti sálmur ætlum við að syngja sem að heitir He Leads Me, hann leiðir mig. For our scripture reading this morning, it will be found in Isaiah 41:10. Let me read in English first. Ritningaversið sem við ætlum að lesa í dag Jesaja 41:10. Can we please all stand? Isaiah 41:10 says here, "Fear God, fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will uphold you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Ég óttast þú eigi því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Let us all kneel for prayer. Við skulum krjúpa til bænar. Let's pray. Our dear, great and kind, loving Heavenly Father, Kæri faðir, we'd like to thank you for gathering us today við þökkum þér fyrir að hafa leitt okkur hér í dag saman.
thank you for the Sabbath day. Við þakkum þér fyrir hvíldardaginn. May you please forgive us from our sins. Vilt þú fyrirgefa okkur syndir okkar? Help us, dear Heavenly Father, to reflect Christ-like character. Ég bið þig, Faðir, að hjálpa okkur að eignast lyndiseinkunn Krists. May your Holy Spirit be with us Megi þín heilaga andi vera með okkur. as we worship you this morning. Nú þegar við tilbýðum þig í dag. Thank you for loving us. Ég þakka þig fyrir að elska okkur. Thank you for hearing and answering our prayer. Þakka þig fyrir að heyra bænir okkar og svara þeim. In Jesus' name we pray, amen. Í Jesú nafni. Amen. For our next song, let us sing Standing on the Promise. Og næsta salmur Standing on the Promise. For our next song, let us sing Holy, Holy, Holy. Næst skulum við syngja sálminn Heilagur, heilagur, heilagur. Helgur, helgur, helgur. Afsakið. Holy,
Let's all stand, please. Skulum rísa á fætur. Let's pray. Skulum biðja. Dear God, Kæri Faðir, we want to give you back our tithes and offerings. viljum gefa fram til þín tíund okkar og gjafir. May you bless this one Megið þú blessa þessar gjafir and bless us also. og blessa okkur öll. May these tithes and offerings Megið þessi tíund og þessar gjafir be used in finishing your work vera nota til þess að ljúka starfinu fyrir þig, here on earth. hér á þessari jörðu. In Jesus' name we pray. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen.
children, please sit on the front. Ekki einhverju krakkar hérna inni? Venga, niños. Okay, happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag, feliz sábado. Do you know what my story for today? Vitið hvað sög ég ætla að segja í dag? ¿Saben qué historia voy a decir el día de hoy? My story for today is about a boy. Sagan í dag strák. Hoy les voy a contar una historia de un niño. The boy that was really worried what happened to him. Og hann var mjög áhyggjufullur yfir því hvað hafði gerst fyrir hann. Él estaba muy preocupado por lo que le pasó. So this boy was 11-year-old Hann var 11 ára, tenía 11 años and his name was Richard. og hann hét Richard, se llamaba Richard. Richard was a happy boy Hann var mjög glaður drengur, era un niño feliz, with a big smile. með stórt bros, con una sonrisa grande. He always smiling, Hann var alltaf brosandi, siempre estaba sonriendo. but not until today. En ekki í dag, pero hoy no. Okay, so one morning Einn morgun, una mañana, he was running around and playing with his brothers. þá var hann að hlaupa og leika sig við bræður sína, estaba corriendo por ahí, jugando con sus hermanos, While they were getting ready for school. þegar á meðan þau voru að undirbúa sig fyrir skólan, mientras que se estaban preparando para la escuela. And when mom called him, because the bus was there already, Og þegar mamma kallaði á hann því að skólarútan var komin, y cuando mamá le llamó porque ya estaba el autobús de la escuela, and he ran fast. og hann hljóp hratt y corrió rápido, He grabbed his backpack, and he ran fast. hann tók skólatöskuna sína og hljóp hratt, agarró su mochila de la escuela y corrió rápido. And you know what happened? Vitið hvað gerðist? ¿Saben lo que pasó? He slipped, Hann rann, se resbaló and he hurt himself. og hann meiddi sig, se lastimó. At first, he thought nothing serious had happened to him. Fyrst hugsaði hann, það gerðist ekkert alvarlegt. Primero pensó, no pasó nada serio. So the older brother called him Richard. Og svo kom hinn bróðir hans og kallaði Richard. Luego vino su otro hermano y le llamó Richard. We're going to miss the bus. Hurry up. Við erum að fara að missa af rútunni. Drífðu þig. Vamos a perder el autobús, apúrate. Yeah, and Richard said, I am ready. Og Richard sagði, ég tilbúinn. Y Richard dijo, estoy listo. And he smiled. Og hann brosti y dio una sonrisa. Your tooth. Your tooth. Tennin á þér. What happened to your tooth? Tu diente. Hvað kom fyrir tennina þína? ¿Qué pasó con tu diente? And then Richard ran for the bathroom and he checked his teeth. Og Richard hljóp inn á bað til að sjá tönnina sína. Fue corriendo al baño para ver su diente. And then he smiled. Og hann brosti, se sonrió. And he found out that he lost his tooth. Og hann uppgötaði að hann hafði mist tönn. Se dio cuenta que había caído su diente. It was gone. Var farin. Se había ido. He was really worried. Nú var hann áhyggjufullur. Ahora sí estaba preocupado. But you know, children, En vitið það, krakkar, saben, niños, there are things that might happen to us that we don't really expect. það ýmislegt sem að getur gerst fyrir okkur sem við búistum ekki við. A veces nos pasan cosas que no esperamos. Sometimes there are things that happy
The things that are happy. Já, stundum gerast gleðilegi hlutir, a veces pasan cosas buenas. Sometimes it's frightening. Stundum gerast eitthvað sem hræðir okkur, a veces pasan cosas que nos dan miedo. And sometimes things that make you really worry. Og stundum gerast hlutir sem gera okkur áhyggjufull, a veces pasan cosas que nos dan preocupación. But what says in the Bible? Don't be afraid, I am with you. En hvað segir Bibliunni? Ekki vera hrædd, ég með ykkur. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo estoy con ustedes, no estén con miedo. So don't worry, Jesus is always with us. Ekki hafa áhyggjur því að Jesús alltaf með okkur. Que no se preocupen porque Jesús siempre está con nosotros. You see what happened to Richard? Sjáu hvað gerðist fyrir Richard. But Miran, ¿qué es lo que le pasó a Richard? But he's still smiling though. En hann ennþá brosandi, pero todavía sonríe. So when mom saw what happened to Richard, Þegar mamma sá það sem gerðist fyrir Richard, cuando mamá vio So- lo que le pasó, yeah, she immediately called the dentist and to make an appointment. hún hringdi í tannlæknin til þess að panta tíma hjá honum, llamó al dentista para obtener cita And they were lucky that they could be able to come the next day. og þau voru heppin að geta komið næsta dag. Tenía mucha suerte de poder ir al dentista al otro día. So the dentist said, I have a lot of good news for you, Richard. Tannlæknirinn sagði, ég er með góða fréttir. El dentista dijo, tengo buenas noticias. You know what what the good news was? Vitið þið hvað voru góðu fréttirnar? ¿Saben cuáles eran las buenas nuevas? The doctor could make a cap Læknirinn gat búið til svona mót. Podía el dentista hacer como un molde to protect the broken tooth. til að verja brotnu tönnina, para proteger al diente que estaba roto. Just like the real tooth. Og það leit út eins og alvöru tönn. Se veía como un diente normal. And another good news, Og aðra góða fréttir, otras noticias buenas, the fixing wasn't really hurt him. og hann verkaði ekki undan því þegar var verið að laga þetta. Que no le dolía mientras que estaba arreglando eso. So, but there is a little bit bad news. En það voru eina slæma fréttir. Habían una mala noticia. So this a cap that he's going to make, Þetta mót eða króna sem að átt að gera, el molde este o la corona que iban a hacer, so it would have to be changed several times. það þurfti að skipta þessu út nokkrum sinnum. Había que cambiarlo de vez en cuando. So until it could be permanently replaced as he get older. Þar til hann yrði alveg fullorðinn, hasta que estuviera como adulto. So Richard thought he could live with that. Og Richard hugsaði, já, ég get nú alveg lifa með því. Richard dijo, bueno, yo puedo vivir con eso. Yeah. So remember, Muniði krakkar, acuérdense niños, you may not know what will happen to you today. Þið veitu aldrei hvað það getur gerst fyrir okkur í dag. No saben qué es lo que les podría pasar el día de hoy. Tomorrow, Eða morgun, mañana, next week, eða næstu viku og la próxima semana. or next month. Eða næsta mánuð og el próximo mes. But one thing for sure is Jesus is with you. En eitt örugt að Jesús með ykkur. Lo seguro es que Jesús está con ustedes. Okay, thank you for listening. Takk fyrir, gracias niños. Já, hún að spyrja hvort að hennar mikrofón virki, heyrist í henni. Hello, is it working? Yeah, Oh, yeah. Okay. Okay, can you understand me? Skilja allir, Praise the Lord. lofsi Guði. Good morning and happy Sabbath to all of you. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag, Okay, praise the Lord. lofsi Guði.
It was 5 weeks ago Fyrir 5 vikum síðan, when I was approached to speak in front of you today. það var þá sem að ég var beðin að koma og tala hér til ykkar í dag. After a few minutes that I said yes, Eftir nokkra mínútum eftir ég sagði já, I started to feel doubt in myself. þá fór ég að efast sjálfa mig. I had that feeling of regret that I accepted the responsibility. Og ég fór að finna fyrir því fyrir eftirsjá, ég sá eftir að hafa sagt já. Tekið á mig þessa ábyrgð. I was telling and asking myself why. Og ég spurði sjálfa mig af hverju. And starting to be anxious. Og ég byrjaði að finna fyrir kvíða. While walking, heading to the bus stop, Og meðan ég gekk að strætóstoppistöðinni, I almost wanted to get my phone from my bag and call Josh to retract my yes. þá langaði mér næstu til að taka upp símann, hringja í Jazz og segja að ég gæti þetta ekki. I felt at that time that I was not worthy of standing and delivering a message. Þá fannst mér eins og ég væri ekki verðug þess að vera hér uppi og deila með ykkur boðskap. I was whispering to myself that I cannot make a sermon. Og ég hvíslaði sjálfur mér að ég gæti ekki búið til neina ræðu. I feel anxious that I won't be able to stand and speak in front of you today. Og mér veist, ég hef svona kvíðbóga fyrir því að vera hérna uppi og tala til ykkar í dag. Fear consumed me at that moment. Og þarna tók hræðslan yfir. Is this working? Sometimes you need to be, Is this the one? I'm sorry. no, the other way around. Er þetta rétt? Það var svona sko. I'm sorry. Is it this one? Is this this way? Já. Okay. Yeah. Maybe. Okay. Sorry for this. Okay. Okay. Oops. Okay. Já. Okay. Then suddenly this rainbow appeared in the sky during that day. Og þá allt í einu birtist þessi regnbogi þennan dag. The rainbow was completely beautiful, isn't it? Regnbogin var alveg heill og fallegur, sjáu þið það? This rainbow captured my attention. En þessi regnbogi kallaði á athygli mína Immediately my feelings changed. og þarna breyttist tilfinningarnar mínar. This rainbow suddenly reminds me of something about rainbows. Og þessi regnbogi myndi mig á það sem að regnbogar eru með. Yes, a rainbow holds beautiful colors, Já, regnbogar eru með fallega liti, but more than its beauty, en eitthvað sem fer umfram fegurðina, it holds a spiritual significance. að þá svona andleg kennsla hjá honum. It is a symbol of God's promise. Hann tákn lofar Guðs. The rainbow reminds me of something about the promise of God. Og regnbogin minnir mig á lofar Guðs. He used the rainbow when he revealed his promise to humans after the flood. Hann notaði til dæmis regnbogan þegar hann var að gefa lofar til fólksins eftir flóðið. God expressed his everlasting love, guidance, and protection to Noah and to his family before, during, and after the flood.
Og Guð hann gaf sín kærleika, þennan eilífa kærleika og leiðbeiningu og vernd, lofaði þessu til Nóa og fjölskylduna hans, bæði á fyrir flóð, á meðan að flóðinu stóð og eftir flóðið líka. He promised that he will keep them safe all throughout as they start a new life. Hann lofaði þeim að hann myndi vernda þá og halda þeim öruggum út allt lífið. Of course, we know very well the story of that rainbow after the great flood. Já, við vitum að sjálfsögðu kunnum söguna regnbogan eftir flóðið. It was a symbol of covenant. Þetta var tákn sáttmálan. From that moment, I was really with the promise of God. Og frá þeirri stundu þá fann ég fyrir létti vegna loforðs Guðs. That he will guide us through Að hann mun leiða okkur. when we are facing a challenge and think that everything is going wrong. Sérstaklega þegar við erum að horfast í augu við erfiðleika og þegar við höldum að sé allt að fara á slæman veg. I thank the Lord for giving me the strength and courage to speak in front of you today. Ég þakka drottni fyrir að hjálpa mér og gefa mér styrk og þor til að tala hér fyrir framan ykkur í dag. With the help of our Lord, I entitled my simple message today, The Sabbath Day, Trusting in His Promises. Og með hjálp drottins þá gaf ég ræðinu minn í dag þennan titil að treysta á loforð hans. Okay. Our key text is found in the book of one of the famous prophets in the Bible named Isaiah. In his book, Isaiah chapter 41, particularly in verse 10, it says, Já, okkar minnisvers í dag, það tekið úr einn af bókum okkar frægustu spámanna í Biblíunni sem að nefnist Jesaja. Og ef við förum í Jesaja, kapla 41 og vers 10, þar stendur, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Óttast þú eigi því að ég með þér. Láta ég hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. I chose this text for us to reflect on today. Já, ég valdi þennan texta svo við gætum hugleitt hann í dag. Because it thoroughly reminds us of God's promises to Yeah. release us from any conditions we face. Já, af því að hann minnir okkur á þessi lofar Guðs það að hann muni hjálpa okkur að horfast í augu við öll þau vandamál og allar áhyggjur og vandamál og hræðslu eða angist. Whether they are worries, fears, troubles, or anguish. Já, og hvort heldur sem áhyggjur, hræðsla eða angist. God says His right hand will support and empower us. Guð segir að hans hægri hönd muni gefa okkur styrk og hann muni gefa okkur kraft. It is natural. Það alveg eðlilegt Fear can come from time to time, að við finnum stundum fyrir hræðslu and it must be acknowledged. og við verðum að viðurkenna það. When this occurs, Þegar þetta á sér stað, it merely indicates a lack of faith. þá sýnir það að okkur skortir trú. Fear is the opposite of faith. Hræðsla akkurat öfugt við trú. But God wants us to be brave as lions, En Guð, hann vill að við séum hughreyst eins og ljón trusting that He is with us. og að við treystum því að hann sé með okkur. We are valuable in God's eyes. Við erum dýrmæt í augum Guðs. Regardless of how tough our lives may be, Alveg sama hversu erfitt líf við höfum. God instructs us Guð, not to be afraid, Guð hann leiðbeinir okkur og segir okkur að vera ekki hrædd, but to trust in His presence and believe that He is working for us. heldur treysta á það að hann með okkur og trúa því að hann sé að vinna fyrir okkur. I would like to invite everyone to bow down their heads with me as we seek the Lord in prayer.
Við skulum biðja saman og biðja til Guðs. Let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, Elsku Faðir okkar kærleiksríkur á himnum, we praise and honor your name. við lofum þitt nafn, Thank you for the Sabbath. þökkum þér fyrir hvíldardaginn. As I speak, Lord, Nú þegar ég tala, put away my anxiety, vilt þú setja til hliðar kvíðan minn but rather give me the strength to Oh. speak in front of thy people. og gefa mér styrk til að tala fyrir framan fólk þitt. I ask you to control my tongue Ég bið þig að leiðbeina tungu minni, so that I may convey the message in accordance with your will. svo að ég geti komið með boðskapin samkvæmt þínu vilja. Bless the congregation as well, Vilt þú blessa söfnuðin, so that they may understand your words. svo að þau megi skilja orð þitt. Thank you for the assurance of being with us in our worship today. Þakka þér fyrir þá fullvissu að þú ert með okkur hér á tilbeiðslu daginn þínum. Forgive us, Lord. Vilt þú fyrirgefa okkur? In the loving of Jesus, I pray. Í Jesú nafni, ég bið. Amen. Amen. Google defines the word promise. Það hægt að finna á Google skilgreiningu á orðinu loforð As a proclamation or guarantee that one will do something or that a specific event will occur. Þetta eins og yfirlýsing, þetta þýðir yfirlýsing eða fullvissa það að maður muni gera eitthvað, Another, eitthvað sem maður mun svo sannarlega gerast. Another definition, it is the cause for expecting something. Önnur skilgreining, þetta ástæða fyrir því að maður býst við einhverju. The meaning of promise is also close or synonymous to the following words. Já, og líka skilningur okkar á orðinu loforð líka nálagt og jafnvel samheiti. Agreement, En nú, þessar orða sem munum vera að lesa núna upp, það að vera sammála next is commitment, og að gefast, gefa eitthvað loforð fyrir einhverju guarantee, og að tryggja, obligation, að vera, ég veit ekki alveg hvernig að segja obligation, I'm not sure how to say it in Icelandic, skuldbinding, já, pledge, að lofa and vow. og að heita. Okay, but my question is, En mín spurning have you ever made a promise to someone and stated, hafið þið einhvern tímann gefið einhverjum loforð og sagt, I promise? ég lofa. We hear this phrase frequently, Við heyrum þetta oft. whether it's a promise for something, like, I promise cleaning the house, Þó þetta sé fyrir kannski eitthvað lítið eins og ég lofa að ég muni þrífa húsið, washing the dishes, vaska upp or doing the laundry, eða þvo þvott. maybe on time at work or anywhere, Hvort heldur við séum í vinnu eða einhvers staðar annar staðar, or maybe committing a promise that is something big that appears difficult to keep. eða við getum gefið loforð sem stórt og virðist vera erfitt að halda. But still we made a commitment to fulfill it. En samt gáum við loforð að gera þetta. The most crucial aspect of making a promise is our ability to keep it. Nú, það mikilvægasta varðandi það að gefa loforð, það okkar geta til þess að halda loforðið. Only then will our promises be effective in our personal relationships Og þannig mun okkar loforð gefa okkur áhrif í persónulegum samböndum with family, friends, and others. við fjölskyldu, vini og aðra. Sometimes Stundum making promises is hard work. getur verið erfitt að lofa. It is frequently difficult since it requires us to go outside of our desires. Það oft erfitt vegna þess að það gerir það verkum að við þurfum að fara út frá því sem við endilega viljum.
and do something for someone else or for ourselves. og gera eitthvað annað fyrir einhverja aðra eða fyrir okkur sjálf. However, Heldur as humans, sem menn we have the tendency to break promises and trust. þá höfum við þá tilhneigingu að uppfylla ekki loforð og gera það verkum og fólk treysti manni þá ekki. For a variety of reasons. Og það geta verið ýmsar ástæður fyrir þessu. Sometimes we are called to be promise breakers. Stundum erum við kölluð til að vera fólk sem að brýtur loforð. Okay, the end result is that broken promises create a lot of mistrust. En það sem að þetta veldur að loforð sem að eru ekki haldin, þau valda því að okkur ekki treystandi. And undermine the connection or it weakens our relationship with our fellow men. Og gerir það verkum að við missum þetta eða sambandi verður ekki eins sterkt við þá sem eru í kringum okkur. Unfortunately, því miður, most people do not notice this. Flestir taka ekki eftir þessu. And we wonder why og við veltum fyrir okkur the other person is no longer trust us. Af hverju þessi einstaklingur skuli ekki treysta okkur lengur. Or vice versa. Eða öfugt. We tend to not trust the other person anymore. Við hættum að treysta hinum einstaklingum. Sometimes broken promises destroy one's life too. Og þegar að loforð eru ekki uppfyllt, þá getur það líka tekið líf frá einhverjum. Okay. A story was written about a rich man and an old poor man by an unknown author. Einu sinni var skrifuð saga ríkan mann og gamlan fátækan mann. Okay. The story goes like this. Og það óþekktur höfundur af þessari sögu. Svona sagan. One cold night, a rich man met an old poor man outside sitting on the ground near his home. Já, eina kalda nóttina þá hittir ríkur maður gamlan fátækan mann fyrir utan, sem sat á jörðinu fyrir utan heimili hans. Okay, this rich man asked the poor man, "Don't you feel cold being outside without wearing any coat?" Hann spurði gamla mannin, þér ekki kalt af því að sitja úti og vera ekki í neinni kápu? The old poor man replied, og gamli fátæki maðurinn svaraði, "I don't have it, but I got used to it." Ég á ekki svoleiðis en ég orðinn vanur því. The rich man replied, og þá sagði ríki maðurinn, "Okay, wait for me. I will enter my house now and bring you a new one." Og hann sagði, býttu hér, ég ætla að fara inn í húsið mitt og ná í eina fyrir þig, eitt frakka fyrir þig. Okay, of course, the poor man was so happy and said he will wait for him. Og fátæki maðurinn var mjög glaður og sagðist alltaf bíða eftir honum. The rich man entered his house Ríki maðurinn fór inn á heimili sitt and got busy there and forgot the poor man. Var upptekinn þar inni og glemdi gamla fátæka manninum. In the morning, he remembered that poor old man and he went out to search for him. Morguninn þá mundi hann eftir þessum gamla fátæka manni, hann fór út að leita að honum. But he found him dead because of cold. En hann fann hann látin vegna þess að hann hafði dáið kulda. And the old poor man left a note. En hann hafði skilið eftir skilaboð handa ríkamanninum. The note says, og þessi skilaboð stóð þetta, "When I didn't have any warm clothes, I had the power to fight the cold because I was used to that." Þegar ég átti ekki neinn hlý föt, þá var ég með styrk til þess að berjast gegn kuldanum vegna þess að ég var vanur kuldanum. But when you promised me to help me, I got attached to your promise and that took my power of resisting. En svo þegar að þú lofaðir að hjálpa mér, það tók frá mér styrkin til þess að berjast gegn kuldanum. We can learn a lesson from this story. Við getum lært af þessari sögu. The writer of the story is teaching us a moral lesson.
sá sem skrifaði þessa sögu að kenna okkur eitthvað. The moral lesson is most probably telling us, Það- everyone, Þessi saga er í rauninni að kenna okkur öllum það að sorry. Okay, it doesn't show the moral lesson. Okay, the moral lesson is, it says, don't promise anything if you can't keep your promise. ekki lofa neinu sem þú getur ekki haldið. It might not mean anything to you, Það kannski skiptir ekki máli fyrir þig, but it could mean everything to someone else. en þetta geti skipt einhvern annan mjög miklu. However, En samt, there is one great person that I know who values his words. ég veit einn stórmerkilega einstakling sem að kann að halda lofur sitt. He has a word of honor. Hann heldur orði sínu í heiðri. My Bible shows me many promises from this great and mighty person I know. Biblían, hún segir mér frá mörgum lofvörðum sem að þessi stórkostlega persóna sem ég þekki hefur gefið oft. I believe you also knew him. Ég trúi því að þið þekki hann einnig. His name is Jesus. Hann heitir Jesús. Jesus has given us an abundance of promises. Jesús hefur gefið okkur fullt af lofvörðum. We may all read them in the Bible. Við getum lesið þau öll í Biblíunni. God speaks to us through his scriptures, Guð tala til okkar í gegnum Biblíuna. and he is inviting each one of us to read his words. Og hann að bjóða okkur, öllum okkur að lesa þetta í orði hans, That we may know and understand his plans and promises for each one of us. svo að við getum þekkt og skilið hans áform og hans lofur fyrir sérhvert okkar. Jesus is a promise keeper. Jesús er sá sem heldur lofurð. God keeps every promise he makes. Guð heldur hvert einasta lofur sem hann gefur. Our main text, Isaiah 41 verse 10, Minnisversið okkar í dag, Jesaja 40:10, is just one of God's numerous promises revealed in the Holy Book. er bara eitt af þessum mörgu lofurðum sem að við sjáum í henni helgu bók, That have been fulfilled for his people in the past sem að hefur ræst fyrir hans fólk í fortíðinni and continue to be fulfilled even in our present times. og halda áfram að uppfyllast á okkar tímum. Everyone may fail us, Það geta allir brugðist okkur, but there is only one God whom we all worship en það er bara aðeins einn Guð sem við tilbiðjum and who never fails us. og sá sem að bregst okkur aldrei. God reminds us in Isaiah 49 verse 23, Og ef við förum í Jesaja 49:23, those who hope in me will not be disappointed. að þeir sem að vona á mig munu ekki verða fyrir vonbrigðum. So when he says, Þannig Do að not- þegar hann segir, do not be afraid, Ekki- for I am with you, ekki vera hrædd því ég er með ykkur, he actually means it. hann er í rauninni að meina það. God is always faithful to his word. Hann er alltaf trúr sínu orði. He never fails. Hann bregst aldrei. Joshua 21 verse 45 Ef við förum í Jósúa bók 21:45, is a Bible scripture that thoroughly confirms the idea that God keeps his word. og þarna er biblíuvers sem að staðfestir að Guð heldur sitt loforð. It states, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Ekkert brást af öllum fyrirheitum þeim drottinn hafi gefið húsi Ísraels. Þau rættust öll. None of the Lord's wonderful promises to his people failed. Not a single word. Engin af öllum þeim lofurum sem Guð hafi gefið brugðust. Öll voru þau uppfyllt. God pledged to lead the Israelites to the promised land. Guð var búinn að lofa því að leiða Ísraelsmenn til fyrirheitna landsins. He had not just led them, Hann hafði ekki bara leitt þau, but he even showed his generosity by giving them the promised land. heldur sýndi hann þeim
mikla gjafmildi með því að gefa þeim hið fyrirheitna land. It was promised to them, Það var búið að lofa þeim þetta land and God was faithful to his promises, og Guð var trúr sínu loforði keeping every word of them. og hélt hvert einasta loforð. None of God's promises have ever failed, Engin af loforðum Guðs hafa brugðist á nokkuð tíman. not before Joshua and the Israelites, Ekki fyrir Jósúa og Ísraelsmenn not after, og ekki eftir það heldur and not even today. og ekki heldur í dag. God promises to never leave us or forsake us, Guð mun aldrei yfirgefa okkur, but rather to be with us, heldur mun hann vera með okkur. to strengthen us when we are weak, Til að styrkja okkur þegar við erum óstyrk, to help us in times of troubles, til að hjálpa okkur á erfiðleikum and to provide us everything we need in our time of need. og gefa okkur allt það sem við þörfnumst þegar við höfum þörf fyrir það. He promised to work all things together for the good of those who believe and love him, as is stated in Romans 8, verse 28. Hann lofar að láta alla hluti verða okkur til góðs fyrir okkur sem að trúum og elskum hann, eins og stendur í Rómverjabréfinu 8:28. In this unpredictable world, Í þessum heimi sem er ófyrirsjáanlegur, we encounter numerous things that cause us fear and worry. þá lendum við í ýmsu sem veldur okkur hræðslu og áhyggjum. My home country, the Philippines, Í heimalandi mínu, Filippseyjum, has recently experienced the landfall of catastrophic super typhoons. þá urðu við fyrir því að það kom inn fellibylur. 6 typhoons hit the country in a span of 3 weeks. Það komu 6 fellibyljir yfir landið á 3 vikum. The impact of the super typhoons has caused severe floods to many parts of Luzon Island. Og það sem kom upp úr þessum fellibyljum var mikil flóð á mörgum stöðum á eyjunni Luzon. Particularly in the northern upper part of the island. You can Sérstak- see there. Sérstaklega á norður hluta eyjunar, eins og þið sjáu þarna. Okay. My fellow Filipinos experienced heavy rains and severe winds, and hundreds of them fled for their lives. Og mínir landar frá Filippseyjum, þeir upplifðu mikla rigningar og mikinn vind og hundruð þeirra þurftu að flýja til að bjarga lífum sínum. Imagine the difficult situation they faced and how everyone's emotions were affected during the disaster and even after the typhoon. Og þið getið ímyndað ykkur hversu erfið aðstæður þeir þurftu að horfast í augu við og hversu erfitt þetta var fyrir þeirra tilfinningar, bæði á meðan þetta var að eiga sér stað og eftir fellibyljin. Maybe many suffered into depression, fears, and anxiety. Og margir hafa örugglega þurft að upplifa þunglindi, hræðslu og kvíða. Afraid of losing everything, their own houses, means of living, crops, agriculture, and mostly their lives. Þeir hafa þurft að vera hrætt að tapa öllu sem þeir áttu, bæði heimilir þeirra og atvinnu þeirra og það sem þeir voru að rækta og þá líka voru hrættir að missa lífið. Truly, while we live in this world, Svo sannarlega meðan við erum í þessum heimi, we all confront hardships and obstacles which often can lead to anxiety. þá þurfum við ofta að horfast í augu við erfiðleika og hindranir sem að geta leitt til þess að við fyllumst kvíða. Many circumstances in our lives have instilled fear in us. Og margt sem gerist í lífi okkar fyllir okkur hræðslu. Some of us face greater challenges than others, Sumir þurfa að berjast við meiri erfiðleika en aðrir, but one thing is common. en það eitt sem við eigum sameiginlegt. All these negative events bring fears, worries, and stress into our lives. Og allt þetta sem er svona neikvætt kemur með hræðslu, áhyggjur og streitu inn í líf okkar. We sometimes feel terrified of things we don't understand.
Stundum eru við lafhrædd við það sem við skiljum ekki. Or we say we experience having that feeling of fearing the unknown. Eða við segjum að við erum að upplifa að vera hrædd við það sem við þekkjum ekki. Most patients hospitalized at the psychiatric ward where I am currently working have been diagnosed with depression or anxiety. Flestir þeirra sjúklinga sem hafa verið lagðir inn á geðdeild, þar sem ég er, eins og ég er núna að vinna á, hafa verið greindir með annarkvort kvíða eða þunglyndi. During the shift, it is my normal routine to read the patient's past medical history before I have a contact with them. Og meðan ég er á vakt þá er mín rútína sú að ég þarf að lesa sjúkrasögu sjúklingsins áður en ég fer að eiga einhverju samskipti með hann. I discovered that majority of the patients that come to us are struggling with anxiety and fear of the unknown. Og ég hef eitthvað að meiri hluti af þessum sjúklingum sem komið til okkar að berjast við kvíða og hræðslu við það sem að þeir rauninni þess óvænta. Many of them have been through trauma in the past, like sexual abuse, family problems, broken relationships or ongoing divorce, homelessness, living alone, or being abandoned by loved ones. Mörg af þeim hafi orðið fyrir áfalli í fortíðinni, kannski orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða einhver fjölskylduvandamál hafa átt sér stað eða brostin sambönd eða skilnaður í gangi eða þá fólk heimilislaust eða býr eitt eða hefur verið yfirgefið af ástvinum. They voice anxieties about the future. Þeir setja í orð kvíðan sinn varðandi framtíðina. And as a result, Og þess vegna, they see no purpose to live and to live, þess vegna sjá þeir ekki neina ástæðu til að lifa and turn to self-harming thoughts og leita þá í hugsanir sem að leiða til þess að skaða sjálfa sig, which lead to suicidal attempts. sem að leiði svo til þess að þau reyna að taka sitt eigið líf. Frequently, they become restless and agitated, which is related to anxiety. Og svo oft verða þau svona pirruð og órólegi sjálfum sér sem að veldur líka kvíða. When asked what makes them afraid, they typically answered, I do not know. Og þegar fólkið spurt hvað það sem gerir þig hræddan, þá vanalega svarið ég veit það ekki. So to make them calm, we give them higher doses of medicines. En til þess að róa fólk niður, þá gefum við þeim hærri skammt af kvíðalyfjum. For them, the medicines is the only thing that will make them calm. They rely on medicines. Og fyrir þau þá þetta rauninni eina sem virkar, þau þurfa að stóla sig á lyfin. Fear or anxiety is typically characterized as a negative emotion triggered by the threat of danger, pain, or injury. Já, hræðsla eða kvíði einkennist yfirleitt sem neikvæð tilfinning sem að hefst vegna þess að það eitthvað sem að ógna okkur eða við þjáumst af einhverjum sársauka eða særð. In other words, fear is an emotional reaction to something that appears hazardous or dangerous. Með öðrum orðum þá hræðsla tilfinningaleg viðbrögð við einhverju sem gerist sem hættulegt eða skaðandi. Frank Herbert is an American science fiction novelist. He refers anxiety as the mind killer. Frank Herbert sem að skrifa vísindaskáldsögur og frá Bandaríkjunum, hann talar kvíða eins og það sé eitthvað sem að drepur hugan. Likewise, do you know that fear is one of the primary tools of Satan?
Vissir þú líka að þetta eitt af verkfærum Satans, aðalverkfærum hans? He uses this to keep us away from receiving the blessings of the good life God has intended for us. Og hann notar þetta til þess að halda okkur frá því að taka við blessunum Guðs sem að hann með fyrir okkur. As humans, it is natural for us to be scared when our living situation is difficult. Við sem fólk, það er alveg eðlilegt fyrir okkur að vera hrædd þegar það er erfitt að lifa. When we lose our houses, our jobs, or our health appears to be in jeopardy. Þegar við töpum vinnunni, heimilum okkar eða þá þegar heilsa okkar í hættu. Most of the times, we are overwhelmed by looming waves in our lives, and we start to feel that these crises are obscuring our view of God. Og oft þetta yfirþyrmandi og kemur yfir okkur eins og öldur og við byrjum að finna eins og þetta sé svona krísa sem að leyfir okkur ekki að sjá Guð. Then we start to believe that God does not care for us anymore. Og þá förum við að halda að Guð þykir ekki vænt okkur lengur. But my dear brethren, let us be reminded that it is during these challenging times that Satan wants us to question God's love and care for us. En elsku systkini, við skulum minnast þess að meðan við erum að fara í gegnum erfiða tíma, það þá sem Satan vill að við efumst kærleika Guðs til okkar. Satan is constantly watching our weaknesses. Satan alltaf að fylgjast með veikleikum okkar. When he sees us being doomed, then that's the time he attacks us. Þegar að hann sér að við erum í lágnættinu, þá það akkurat tíminn sem hann vil ráðast á okkur. May it be that when this moment comes into our lives, let us rest in God's promise. En þegar þetta gerist, þá skulum við hvíla okkur í loforðin Guðs. Psalms 46 verse 1 assures us, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Og Sálmur 46:1 segir, Guð oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Again, God invites us to believe in his promise when he says, do not be afraid, I will be with you. Aftur segir Guð okkur að trúa á loforð hans þegar hann segir, verið ekki hrædd, ég mun vera með ykkur. He means it. Hann að meina þetta. God's peace is always ready. Friður Guðs alltaf tilbúin fyrir okkur. Accepting God's help is the only way to overcome fear. Nú það að þiggja hjálp frá Guði leið til þess að berjast gegn hræðslunni. God is our sole help that we can truly rely on. Guð okkar eina hjálp sem við getum svo sannarlega treyst á. And he gives hope to everyone. Og hann gefur öllum von. God says, do not be afraid, for I am with you always. Guð segir, ekki vera hrædd því að ég alltaf með ykkur. It is a testament that we are not left to navigate the storms of life alone. Þetta vitnisburður það að við erum ekki skilin eftir til þess að sigla gegnum storma lífsins alein. You and I are not alone. Við erum ekki ein. While God does not promise that he will prevent his children from experiencing hardships, meðan að Guð lofar okkur ekki að við munum ekki þurfa að fara í gegnum erfiðleika, he does clearly and repeatedly promise that he will be with us. En hann segir það mjög skýrt og hann segir það aftur og aftur að hann mun vera með okkur. Every step of the way and see us through in our times of difficulty. Og að hann muni vera með okkur á hverju skrefi og leiða okkur í gegnum erfiðu tímana. While the pain of life can feel excruciating and tempt us to worry, þegar að sársaukinn í lífinu getur verið óbærilegur og að við finnum fyrir þeirri freistingu að halda freistun til þess að hafa áhyggjur,
we are very sure that we are not left alone. Þá- God promised to be with us all the time. Þá getum við verið viss það að við erum ekki ein því að Guð lofar okkur að hann muni vera með okkur alltaf. Yet amidst life storms, we are prone to forget or question his care for us. En þegar að við erum að fara í gegnum storma lífsins, þá er auðvelt fyrir okkur að gleyma eða efast að hann sé að hugsa okkur. Just like Peter did when another storm blew up and Jesus appeared walking on the water and asked Peter to come to him. Og alveg svo Pétur gerði þegar að annar stormur kom og Jesús kom gangandi á vatninu og bauð Pétur að koma til sín. At first, when looking at Jesus, Fyrst þegar hann horfði til Jesús, Peter was able to walk on the waves too. þá gat Pétur gengið líka á vatninu. But as soon as he focused his attention on the waves themselves, En þegar hann fór að einblína á öldurnar worry took over and he began to sink. og þá tóku áhyggjurnar yfir og þá byrjaði hann að sökkva. It was then that he said, Lord, save me. Lord, help me. Það var þá sem hann sagði, Drottinn bjargaði mér, Drottinn hjálpaði mér. Just like Peter, I also lose my connections to the Lord. Alveg eins og Jesús, þá missi ég stundum tengslin við Guð. I have days when I am emotional and find it difficult to enjoy God's serenity and presence. Það eru dagar þar sem að ég er full af erfiðum tilfinningum og finnst erfitt til að eiga rólega stund með Guði. The experiences of the past eroded my confidence. Þessi upplifun fortíðar, það tók í burtu þennan, hvernig sem að confidence, það sem að ég, hvað segir ég? Já, Confidence. confidence, já. Yeah. Sjálfstyrk, já. Yeah. A year ago, I was deemed optimistic, yet I find myself preparing for the worst. Fyrir árið síðan þá var ég jákvæð en þó fannst mér ég vera að undirbúa mig fyrir hið versta. I was fretful about my life, my family, my career, my dreams and plans, and almost everything. Ég hafði áhyggjur af lífi mínu, fjölskyldunum minni, vinnunum minni og mínum framtíðarplönum og eiginlega bara áhyggjur af öllu. I was worried and questioned if my decision of coming to Iceland was for the better. Og ég hafði áhyggjur og var velta fyrir mig hvort þetta hefði verið góð ákvörðun að koma til Íslands. I was terrified of a lot of things. Ég var hrædd við margt. I felt apprehensive. Ég var, Pessimistic. ég var neikvæð. Yes. Wondering how I would deal with the obstacles and challenges in this new environment. Og ég var að velta fyrir mig hvernig ég gæti átt við allar þær hindranir sem að voru í þessu nýja umhverfi. The chilly temperature, changing or terrible cold weather every day. Þessi mun minni hiti sem að ég var fyrir og hvernig veðrið var að breytast svo mikið. Communication barrier, housing, and many, many more factors. Hversu erfitt var stundum að tjá sig við aðra, húsnæði og margt annað. Many of my co-workers questioned me after I quit my job in the Philippines. Og margir sem voru að vinna með mér út í Filippseyjum voru að velta fyrir sér, eða fannst það skrítið okkur ég hefði sagt upp vinnunni. It was a hard decision leaving my comfort zone. Það var erfið ákvörðun að fara frá svæðinu þar sem ég leið vel á. Fear and worries ran through inside of me. Og áhyggjur og hræðsla voru hið innra með mér. During that moment, I questioned God's power and leadings into my life. Og meðan það var eiga sér stað, þá var ég að velta fyrir mér krafti Guðs og efast hann og það hvort hann væri að leiða mig í lífinu. I felt pressured at work. Ég finn fyrir þrýstingi í vinnunni. I think that I cannot survive in my work due to language barriers. Icelandic language is not easy. Og mér fannst þess að ég gæti ekki náð að vera í vinnunni vegna tungumálaörðuleika. Íslenskan erfitt tungumál.
My emotional fear led me to feel regrets. Og þessar tilfinningar gerðu það að ég fór að hugsa, ég hefði kannski ekki átt að gera þetta. I was afraid of losing everything. Og ég var hrædd við að tapa öllu. So many ifs, what ifs circling my head. Og svo margt hvað ef sem að var að hringla innan í höfðun á mér. Emotional fear consumed my whole being. Og þessi tilfinning, þessi hræðsla, hún var að éta mig upp að innan. But I remember that day when I started to pray and read the Bible. En ég man þann dag þegar ég byrjaði að biðja og lesa í Biblíunni. As I got my sanity, Og þegar að ég varði andlega heilbrigð, I realized that my fear is leading me to decrease my faith and distrust God. að þá uppgötaði ég að hræðslan mín var að leiða mig frá því að hafa trú og til þess að vantreysta Guði. I was so overwhelmed with the difficult waves around me. Ég var svo, þetta var að fara alveg með mig, That I forgot to look unto Jesus. að ég gleymdi að líta til Jesú. Later, I recognized Svo uppgötaði ég síðar, how nice God was to me and to my family. þá uppgötaði ég, sá ég það að Guð var svo góður við mig og við fjölskyldu mína. God is so gracious. Guð svo góður His presence remained constant until this moment. og hans nærvera hefur verið stanslaus þar til nú. I failed to claim His promise Ég gleymdi að ákalla hans loforð that our coming to Iceland is part of His plan. að það að koma til Íslands væri hluti af hans áformi. No matter what happens, Það alveg sama hvað gerist, I should always keep my eyes on our Lord Jesus Christ. þá ætti ég alltaf að hafa augu mín á Jesú Kristi. Philippians 4 verses 6 to 7 remind me Ef við förum í Filippibréfi 4, 6-7, doesn't show. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð og friður Guði sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. This verse reminds us that we need not to be afraid of anything because all things work together with God. Þetta vers minnir okkur á það að við þurfum ekki að vera hrædd við neitt vegna þess að Guð, hann gerir allt gott fyrir okkur, breytir öllu slæmu í gott fyrir okkur. Despite how hard it is to do, we have nothing to worry, but instead to have faith in His love and care for us. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur, heldur að hafa trú á kærleika hans og hvernig hann hugsar okkur. God wants us to rely on and entrust our future into His hands, Guð vill að við traustum honum fyrir framtíð okkar choosing instead to live in the present enjoyment of His presence. og velja að vera stanslaust hjá honum. Each day has enough trouble of its own, Hver dagur með sína erfiðleika and we know that in any trouble we face, we are not alone. og við vitum að við erum ekki ein, alveg sama hvað vandamálum við lendum í. For the one who created and holds the world together is with us and for us eternally. Því að sá sem skapaði heiminn með okkur og mun alltaf vera með okkur alla eilífð. If we are going to read the Bible, Ef við erum að fara að lesa Biblíuna, this precious book is full of stories of people in the past þá hún full af sögum fólk í fortíðinni that experienced different seasons of life wherein they felt the presence of God. að þá upplifðu þau á ólíkum tímabilum hvar þeir gátu fundið fyrir nærveru Guðs. They were strong and brave enough to face their troubles. Þetta var fólk sem var sterkt og hugrækt til að horfast í augu við vandamálin They find rest in God's promise og þau fundu hvíld í loforðum Guðs that they have nothing to fear
Og þau þurftu ekki að vera hrædd við neitt. because God is in control to everything happening in their lives. Út af því að Guð að stjórna öllu í lífi þeirra. We know very well the story of Job. Við þekkjum vel söguna hans Jóbs. Despite the difficulties and sufferings he experienced, Þrátt fyrir erfiðleikana sem hann var að fara í gegnum, he still recognized that God is there for him and can help him overcome the great challenges in his life. og hann kannaðist við að Guð var þar fyrir hann og að hann geti hjálpað honum. Job was a man of great faith. Jób hafði mikla trú. God gave Satan permission to test the faith of Job, but not to kill him. Guð gaf Satan leyfi til þess að reyna trú Jóbs, en hann mátti ekki taka líf hans. Satan removed everything from Job, Og Satan tók allt frá Jób, but Job did not walk away from God. en Jób fór ekki frá Guði. Instead, he said in Job 13, verse 15, En samt í staði fyrir þetta þá sagði Jób í 13:15, though he slay me, yet will I hope in him. sjá, hann mun deyða mig, ég býð hans. Who among us here could have such faith and trust in the Lord in the worst times of our life like Job? Hver myndi hafa svona trú eins og Jób þegar að við stöndum frammi fyrir mestu erfiðleikum lífs okkar? Job lost all his wealth and health, Jób, hann tapaði öllu, yet he still chose to worship and remain true to God. en hann ákvað að halda áfram að tilbiðja Guð og vera trúr honum. The lesson from the story of Job teaches us that adversities in life do not come into our lives to drive us away, but to draw us closer to God. Og þessi saga Jób kennir okkur að þegar að vandamál koma inn í líf okkar, þá ekki að íta okkur í burtu, heldur draga okkur nær Guði. It only tells us that we too can trust God when we feel that life is over. Þetta segir okkur að við getum líka treyst Guði þegar að okkur finnst lífið okkar vera alveg búið að vera. Beyond our circumstances and fears, Þrátt fyrir kringustæður eða hræðslu, we can confidently have peace in mind that God has a bigger plan for our lives. þá getum við haft frið í huganum og vitandi það að Guð með eitthvað starra í huga fyrir okkur. He says again, do not fear, for I am with you always. Hann segir aftur, hafið ekki áhyggjur, ég með ykkur. True to us today, Það satt fyrir okkur í dag. we may also suffer the same difficulties as Job. Við getum lent í það sama á Jób. If we experience such life difficulties, Ef við lendum í slíkum erfiðleikum, we tend to fall into intense emotions. þá það líklegt að við verðum fyrir sterkum tilfinningum. Depression, anxiety, and sometimes these emotions lead to self-harming thoughts and until self-destruction. Og þá getur orðið fyrir þunglindi, kvíða og stundum sjálfskaða og sjálfseyðingu. In our moment of feeling down, we started to question, where is God in our lives? Og þegar að þetta kemur svona, þá spyrjum við stundum, hvar Guð í lífið okkar? Does he care? Honum alveg sama? Does he see or listen? Heyrir hann eða sér hann? May we remember Job in times like this. Og við ættum að minnast Jóbs á slíkum stundum. King Solomon showcases in the book of Ecclesiastes that seasons in life is constant. Salomon segir í predikaranum að can you paraphrase it? Seasons in life? It's constant. Já, það koma alltaf árstíðir. It says in Ecclesiastes 3 verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Já, í predikaranum þar stendur í 3. kafla og 4. versi að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma, að kveina hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. We all have experienced changes in life, which means that there are times in our lives that we are good and other times where we all feel down.
Stundum upplifum við góða tíma og stundum við leið. But the promise of God to us is that whatever time in life we are in, His presence is still certain. En lofar Guðs til okkar að alveg sama hvar við erum í lífinu, þá hann alltaf til staðar. Change is the only constant in this world. Breyting það eina sem við getum stólað á í þessum heimi. It's a very popular quote, so that change in life is constant. And likewise, God's presence to us is constant. Og þess vegna þessi breyting stanslaus og líka návera Guðs. I would like to share one of the famous poem stories, which I know you also know. You know also. Mér langar að deila með ykkur sögu sem að þið líklegast þekkið. This poem is one of the famous Christian poem stories during the last century. Þetta eitt af þessum kvæðum eða ljóðum sem hefur verið mjög fræg, sem kristið ljóð. As I tried to read the history of this poem, og meðan ég að lesa sögu þessa ljóðs, I discovered that there were various versions and titles of the poem. Ég sá að það voru mikið af titlum af þessu ljóði. Furthermore, many authors claimed credit for the poem. Svo voru margir sem sögðust hafa samið þetta. Most likely, the original was penned in 1936 by a poor 14-year-old girl named Mary Stevenson. Það mjög líklegt að þetta hafi verið skrifað af Mary Stevenson sem var 14 ára ung stúlka. The title of the poem is Footprints in the Sand. Og titillinn Fótspor í sandinum. It goes like this. Og það svona. One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord. Eina nóttina dreymdi mig að ég var að ganga á ströndinni með Drottni. Scenes from my life flashed across the sky. Og alls konar það sem hafði gerst í lífi mínu, það flaug gegnum himinin. Okay, so as you see, as you go along with the poem, eins og þið sjáu með ljóðinu, the poem story is about a person who goes along the beach with God. Og þarna einhver sem að ganga með Guði á ströndinni. And experience many sins from his life. Og margt að gerast í lífinu. Footprints in the sand mark each sin. Excuse me? Footprints in the sand. Footprints in the sand mark each sin. Hvert fótspor í sandinum merkir að það var eitthvað að gerast í lífinu hjá manneskjunni. Okay, some settings contain two sets of footprints, while the poor aspects of life had just one set. When the person asked about feeling alone during adversity, God responded. Og þegar einstaklingurinn fann fyrir að þarna voru bara ein fótspor og hún talaði við Guð, þá sagði Guð. The times when you have seen only one set of footprints, my child, is when I carried you. Þegar þú sást bara ein fótspor, kæra barn, þá var það þegar ég bar þig. Did you feel the message of the poem? Sjáuð þið skilaboð ljóðsins? This poem reflects an amazing reality. Já, þetta ljóð að segja ykkur frá ótrúlegum staðreyndum. The message makes you feel that you should never feel alone in your life. Það að segja að maður aldrei að finna fyrir því að maður sé einni í lífinu. God will always be with you, carrying you if necessary at all times. Guð mun alltaf vera með þér og alltaf bera þig ef það nauðsynlegt. You are always meant to feel loved and supported. God is always with us, but especially in the times of our greatest need. Þú átt alltaf að finna fyrir því að þú sért elskaður eða elskuð og þú finnur fyrir stuðning. Guð alltaf með okkur en sérstaklega þegar við erum að fara í gegnum erfiðleika. Many Bible verses speak to God's closeness to us as His children. Og mörg biblíuvers tala til okkar mörg af lofurum Guðs tala til okkar. Okay. Now, so let's have it here. Okay. In every season of our lives, Jesus is with us. We can find Him in all our circumstances. Jesus is with us in our joy, in our victories, in our questioning, and in our suffering.
Jesús er með okkur alltaf út allt lífið við allar kringumstæður. Hann er þegar við erum glöð, þegar við erum að sigra og þegar við erum með efa og þegar við þjáumst. God does not play hard to get. Hann er ekki að reyna að láta þannig að það sé erfitt að ná til hans. In fact, He is waiting patiently for us. Hann er að bíða eftir okkur með þolinmæði. As long as we seek Him first, Svo lengi sem við leitum hans fyrst, everything we need will be given unto us. þá mun allt veitast okkur. Matthew 6 verse 33 says, Ef við förum í Matteus og Guðspjall 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. We have nothing to worry about. Við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur. We just have to trust and believe in His words that He is in charge of our lives. Þurfum bara að treysta og trúa á hans orð, að hann sé yfir lífið okkar. I remember the papaya tree my mother planted in the backyard of our house. Ég man eftir papæjatrénu sem að móðir mín plantaði, sem hún sáði í bakgarði okkar. During typhoon, Þegar það kom eitt sinn fellibylur, almost other trees around the house were shaken by the wind. að þá lentu eiginlega öll trén í því að verða fyrir vindinum. Some of their branches snapped and even some were uprooted. Sumar greinar fjallu af og sum trén fóru upp með rótum. But the seemingly weak papaya tree of my mother has stood firm with all its flowers and fruits intact. En papæjatréð, það hafði staðið sterkt. Few weeks after the typhoon, I posted on FB the ripe big papaya fruit of my mother. Such a wonderful blessings on our table. Og svo tók ég mynd af þessu tré sem gaf þennan góða ávöxt stuttu eftir. I was thinking and rationalizing about my mother's papaya tree survival. Ég var að hugsa þetta tré sem hafði lifað af. I couldn't come up with a valid explanation other than believing in God's protection. Ég gat ekki komið með einhverju útskýringu nema það að Guð hafði varið tréð. It reminds me that no matter how strong or secure we believe we are defenseless without God's protection. Það minnir mig á það að alveg sama hversu sterk við höldum við séum, að við erum ekkert án verndar Guðs. Expert writer of all times, Ellen G. White, in her book, The Review and Herald, she emphasized the words of the Lord unto the people of Israelites, saying, I am with you always. So we can read here in Review and Herald, December 12, 1907, paragraph 3, Ellen G. White emphasized to us that God is really assuring us that God is with us. Nothing, we should never be afraid. Já, hún Ellen White talar hérna í þessu riti, Review and Herald, það sem að hún leggur áherslu á að við eigum ekki að vera hrædd, drottinn er alltaf með okkur. Okay, life on this earth is filled with ups and downs. Lífið það er með jákvæðum og neikvæðum hliðum. Okay, but God promised to be with us. En Guð er búinn að lofa að vera með okkur. May I call Gian Venice and Gian Amber to sing the appeal song entitled All Along Your Hand Has Been Guiding Me. Og já, ég ætla að biðja Gian Venice og Gian Amber til að koma hérna og syngja upp fyrir okkur. Lagið Your Hand Has Been Guiding Me. Gjörðu þið svo vel. Thank you.
As I look back on the years, memories and happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around, and as I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all God is bigger than our anxieties, difficulties, and fears. Guð starri en kvíði okkar. All along our journey, Allt ferðalag okkar, through the highs and lows, hvort sem við erum glöð eða ekki, remember that God is in control. munið að Guð, hann að stjórna og stýra. Let us claim when God says, Þegar að Guð segir, so do not fear, for I am with you. verið ekki hrædd því að ég með ykkur. Do not be dismayed, for I am your God. Hafið ekki áhyggjur því ég með ykkur. I will strengthen you and help you. Ég mun styrkja þig og hjálpa þér. I will uphold you with my righteous right hand. Ég mun halda þér með réttlatri hendi minni. Have faith in him. Hafið trúið á hann Remember also about the rainbow. og munið eftir regnboganum. May it be that every time we see its beautiful colors, Og þegar að þið sjáuð fallegu liti regnbogans, may we be reminded to reflect on God's promises to us. megi það minna okkur á lofar Guðs til okkar. It is my appeal to every one of you
Ég kalla til ykkar og býð ykkur to start trusting in His promises að byrja að treysta á hans loforð today, í dag, tomorrow, á morgun and until He comes. og þar til hann kemur. Today, God kept His promise to me. Í dag þá stóð Guð við lofur sitt við mig í dag My long message will be over in a few seconds, og þessi löngu skilaboð þeim mun ljúka núna eftir smá stund and then I can finally sit down. og þá get ég sest niður. But see, I conquered my fear. Og ég gat horft í augu við hræðsluna mína. God truly kept His promise for me and for you. Guð, hann hélt lofur sitt við mig og líka fyrir þig. Let us believe when He says, Og við skulum trúa þegar hann segir, do not fear, for I am with you always. hræðist ekki því ég er með ykkur alltaf. This is my prayer. Þetta er bæn mín. Amen. Amen. Yes. Thank you, everyone, for Takk. coming today. Þakka ykkur fyrir að koma hér í dag. Thank you for pianists to Takk. play with us today. Takk fyrir meðleikinn. Elisa, thank you so much. Takk fyrir Elisa. And also the technical team, thank you so much Takk for your fyrir- patience. Takk fyrir tæknimenn, þolinmæðina. So any